Hlutabréfaverð tók dýfu í dag eftir að Bandaríkjaforseti tilkynnti hækkun tolla á næstum 70 ríki. Tollur á íslenskar vörur verður 15%. Samfylkingin mælist með tæplega 35% fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups og allir stjórnarflokkarnir bæta við sig. Fylgi Framsóknar hefur aldrei mælst minna. Bandaríkjaforseti hefur sent kjarnorku kafbáta nær Rússlandi eftir það sem hann kallar ögrandi ummæli þarlends ráðamanns kjarnorkuvopn. Bandaríkjamenn hafa aukið þrýsting á Rússa vegna Úkraínu. Spenntir þjóðhátíðargestir létu veðrið ekki draga úr gleðinni á leið sinni til Eyja í dag. Á Flúðum voru stígvélin dregin fram. Og það þétt setið á Akureyri þar sem þúsundir ætla að njóta veðurblíðunar á hátíðinni einni með öllu. Komið sæl. Fjármálamarkaðir tóku dýfu víða heim í dag þegar Bandaríkjaforseti tilkynnti nýja og hærri tolla á næstum 70 ríki. Tollarnir eiga að taka gildi eftir viku en ekki í dag eins og Donald Trump hafði áður sagt. Íslenskar vörur fá 15% toll, Sviss fær á sig 39% toll, Suður Afrika 30% og Indland og Tævan 20%, svo dæmi séu tekin. Búast má við að leiðtogar þessara og annarra ríkja reyni til þrautar að ná samkomulagi við Bandaríkjastjórn á næstu dögum. Björn Malmquist, þetta svona enn eitt útspilið í þessu tollastríði Trumps. Megum við gera ráð fyrir að hann láti kné fylgja kviða þessu sinni? Þetta sé alvöru núna? Sko, hann náttúrulega ólíkindatólið sem við vitum öll, en það eins og alveg ljóst að hann með allavega annað auga á fjármálamörkuðum og sjá hvernig þeir bregðast við eftir að Hvíta húsið birti þessa tilkynningu sem kom bara á vefsíðu Hvíta hússins í nótt. Og vísitölur þær hafa lækkað allan heim? Já, Dow Jones fór niður meira en 1% í Bandaríkjunum, markaðir í Evrópu lækkuðu meira, olíuverð lækkaði, dollarinn gaf eftir gagnvart öðrum gjaldmiðlum. En það birtust líka fréttir í dag aukið atvinnuleysi og færri ný störf á vinnumarkaði í Bandaríkjunum sem að margir telja að sé reyndar ein afleiðing af þessum hærri tollum. Trump ætlar reyndar að reka embættismanninn sem að birti þessar tölur. En það eru 70 ríki sem að fá á sig þessa hærri tolla, þessar tollahækkanir. Trump segir að viðskiptahalli sé aðal vandamálið og bara ógn við þjóðaröryggi Bandaríkjanna og þess vegna sé hann að þessi rétta þegar hann halla af. Nágrannar Bandaríkjamanna í Kanada fá 35% toll, reyndar á ekki allar vörur en sumar. Mark Carney, forsætisráðherra þar, hann tók þessu með stóískri ró í dag og sagðist alltaf halda áfram að tala við Bandaríkjamenn. Sviss, eins og þú sagðir, fær 39% toll sem að reyndar rímar við viðskiptahallann sem er á milli Sviss og Bandaríkjanna. Hann er tæpum 39 milljörðum dollara Sviss í hag og þar voru ráðamenn að vonum svolítið undrandi í dag. Ja, also das war erwartbar, weil 38,5 Milliarden, 39%, das ist nahe beieinander. Der Bundesrat ist einfach enttäuscht, weil wir haben eine Vereinbarung ausgehandelt, die wir gutgeheißen haben Anfangs Juli, die auch von Kabinettsmitgliedern der Regierung Trump ausgehandelt wurde, mitgetragen wurde. Die Ausgangslage der Börsen ist aktuell tatsächlich, dass man davon ausgeht, dass die Androhung von Donald Trump bezogen auf Zölle meistens dann nicht so schlimm kommt und solche Auswirkungen hat wie befürchtet. Dennoch sieht man, dass Donald Trump eben die Spielregeln darüber hinaus immer wieder ändert. Also man sieht zwar, was die Zollkonflikte angeht, irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels, aber man sieht auf der anderen Seite auch, dass Donald Trump nichtsdestotrotz weiterhin unberechenbar ist. Und diese Unberechenbarkeit, die sorgt mittlerweile doch für stärkeres Kopfzerbrechen, möglicherweise auch nachhaltig. Þessi mjög góður punktur að það í rauninni óvissan sem kannski að valda sem mestum skaða í þessu. En við höfum sagt fréttir af tollamálum Trumps frá því í apríl, frá því í vor og oft hefur það gerst að hann hefur bakkað hreinlega með þessi áfram sín. Geti það gerst núna? Það er getgátur hjá mér og kannski öllum öðrum en svona mín tilfinning er að hann sé núna að láta sverfa til stáls í þessum málum og gerir alvöru úr þessu eftir viku og þannig að það má búast við því að
mjög margir þjóðarleiðtogar, þessara tæplega 70 ríkja sem að fengu þessar hækkanir muni nýta tíman mjög vel og tala við stjórnvöld í Bandaríkjunum. Við skulum ekki gleyma því að Evrópusambandið gerði samninga á 11. stundu sem að voru reyndar umdeildir og mörgum þykja ekkert mjög góðir. Tollar á íslenska vörur, þeir voru 10%, verða núna, 15 ekki satt? Jú, nokkuð hærri heldur en Trump talaði 1. apríl, en það hefur hins vegar verið staðfest í dag að lyf og lækningavörur frá Íslandi verða undanskilin þessum tollum sem þýðir að stjórnendur til dæmis í Alvogen, Kerecis, Alvotech, Kerecis og Össuri eru fegnir. Viðmælendur fréttastofu hér á landi segja reyndar að áhrifin af þessum tollahækkunum verði ekkert sérstaklega mikil. Það er svo sem alls ekki gott fyrir íslenskt efnahagslíf, en sem betur fyrir langstærsta útflutningsgreinin okkar til Bandaríkjanna, ferðaþjónustan með næstu 3/4 af öllum útflutning. Ferðamenn sem flykkjast til Íslands geti Bandaríkjaforseti ekki skattlagt, en sem komið eru lyf undan þegin tolli og það skiptir miklu máli fyrir lyfjafyrirtækið Alvotech sem flytur mikið út til Bandaríkjanna. Þótt að Trump hafi reyndar núna verið að hóta dálítið lyfjafyrirtækjum að þeir þyrftu að lækka verð. Þegar Trump tilkynnti tollahækkanir sínar í apríl féll hlutabréfaverð skarpt og náði sér ekki á strik fyrir hann dró í land. Nú voru áhrifin hófstilltari og hér heima fjallu bréf í flestum fyrirtækjum á bilinu 1–3% í dag. Bæði virðast markaðir vera orðnir aðeins vanari þessu og jafnvel hafa undirbúið sig eitthvað með eitthvað svona varnir. En þetta aldrei gott fyrir markaði, þannig að öll óvissa slæm og þessi óvissa heldur bara áfram. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði í hádegisfréttum að tilskipunin kemi mjög á óvart. Hún myndi taka þessi máli upp á fundum með Bandaríkjamönnum. Kári telur hins vegar að það sé best fyrir íslensk stjórnvöld og fyrirtæki að bíða og sjá. Það sem kemur úr Hvíta húsinu í dag geti gjörbreyst á morgun. Það sé ekki gott fyrir okkur að setja á tolla. Nú ætla ég ekki að svara fyrir það hvort það sé gott fyrir okkur að hóta þeim. En svo heyrði ég einhverja tillögu að við myndum bjóðast til að nefna golfvöll í höfuð á honum. Kannski að það myndi hafa meiri áhrif heldur en einhverju stefnumótun. Meira forseti Bandaríkjanna því Donald Trump ætlar að senda 2 kjarnorku kafbáta nær Rússlandi vegna yfirlýsinga Dmitris Medvedevs næstráðanda í öryggisráði Rússa. Medvedev sagði í gær að Bandaríkin ættu að hafa í huga að Rússar réðu enn yfir kjarnorkuvopnum. Því væri varasamt að auka þrýsting á þá. Trump segir þetta ögrandi yfirlýsingu og nauðsynlegt að bregðast við. Þjóðverjar tilkynntu í dag að bandarísk loftvarnakerfi yrðu innan skamms send til Úkraínu þar sem eldflauga árásir Rússa hafa færst í aukana. Á 4. tug voru drepin í árásum á höfuðborgina Kyiv í nótt. Þrátt fyrir þrýsting Bandaríkjastjórnar á Rússa og hótanir refsiaðgerðir eru skilyrði Rússa hins vegar óbreytt. Те условия, безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. Но до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно, но главное – это искоренить причины, породившие этот кризис. Это основное. Og þá pólitíkin hérna heima því Samfylkingin mælist með 35% fylgi í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups og það hefur aldrei verið meira. Fylgi Sjálfstæðisflokksins minnkar nærri 2% stig og fylgi Framsóknarflokksins hefur aldrei mælst minna. Fylgi Samfylkingarinnar hefur vaxið jafnt og þétt síðan í kosningunum í nóvember. Þá fékk flokkurinn rúm 20% atkvæða og mælist nú með 34,7% fylgi. Fylgið eykst nær 3% stig frá því í síðasta mánuði. Flokkurinn hefur ekki mælst stærri í þjóðarpúlsi en þetta sama hlutfall og hann mældist með í febrúar 2008. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 18,7% og lækkar næstum 2% stig frá því í síðustu mælingu. Fylgi annarra flokka breytist lítið eða á bilinu 0,2 til 0,8% stig. Viðreisn mælist með 14,6% og miðflokkurinn með 10,5%. Flokkur fólksins mælist með 6,7%. Fylgi Framsóknarflokksins minnkar lítillega og hefur ekki mælst minna frá því að mælingar Gallups hófust árið 1992. Það nú 4,9%. Píratar mælast með 3,5%.
Vinstri græn með 3,4% og sósíalistaflokkurinn með 2,4%. Rúmlega 65% þeirra sem taka afstöðu styðja ríkisstjórnina, sem 2% stiga aukning frá síðustu mælingu. Samfylkingin mælist áfram stærst í öllum kjördæmum og bætir mest við sig í báðum Reykjavíkurkjördæmunum, með í kringum 40%. Ef gengið yrði til alþingiskosninga núna myndi Samfylkingin bæta við sig 11 þingmönnum og ná inn 26. Sjálfstæðisflokkurinn fengi 13 þingmenn og Viðreisn 10. Miðflokkurinn fengi 7, flokkur fólksins 5 og framsóknarflokkur 2. Píratar, Vinstri græn og sósíalistar næðu ekki manni á þing. 50 ár eru í dag síðan umdeilt viðtal birtist við Hörð Torfason í tímaritunum Samúel. Það var verslunarmannahelgina 1975. Hann segir að fortíðin sé björt og lítur stoltur öxl. Þennan dag varð Hörður skyndilega fyrsti opinberi homminn á Íslandi og mátti þola hatrum viðbrögð. Nú þetta tímamóta viðtal talið marka upphafið að breytingum á viðhorfi til samkynhneigðra á Íslandi. Það afhjúpar það þjóðfélags ástand sem var og ég dálítið svona, ég þarna 30 maður og ég á einhverjum leiti að ég að reyna fálmkennt að reyna að finna leið út úr þessum vanda því að ég tók því ekki þegjandi að okkur var vísað út, mér var vísað út af veitingastað fyrir að ég var í hommi. Viðtalið var ekki mjög djúpt en það hafði miklar afleiðingar. En þetta var til þess að ég var settur á svarta lista, ég var hafnað alls staðar, ég var mjög þekktur og fyrir tónlist og leiklist og dans og hvað allt. Og ég var að flytja úr landi. Ég fann hest sem var hýsa á því. Það fylgdi Hörð eldmóði. Á árunum sem eftir fylgdu hélt hann tónleika í öllum plássum á landinu, jafnvel þótt enginn mætti. Og fólk sá það mann sem var bara kurteis, brosandi. Þetta var skrímslið. Fólk fór aðeins að byttu við, hvað að? Það eitthvað hjá mér. Það þessi vinna sem tók áratugi, en hún var þess virði. Þetta lagði grunninn að betra samfélagi sem opið og þar sem samtala á sér stað, í stað þess að reyna að fylla fólk af skömm. Í baráttu alltaf bakslag, segir Hörður, en þó þannig að við förum 2 skref fram og aðeins 1 skref aftur. Hörður hefur aldrei séð eftir því að hafa farið í viðtalið sögulega. Og fortíðin líka björt. Það svo ábúrslega gaman að horfa yfir þessa sögu, hvernig hún og hefur átt sér stað. Af henni getum við lært mikið. Gestir hafa streymt á útihátíðir sunnanlands í dag þrátt fyrir rigningu og rok. Á Suðurlandi gul veðurviðvörun í gildi og verður fram á nótt og hætt við því að tjöld fjúki í Vestmannaeyjum. Eyjan mín fagra græna, eyjan mín fagra græna. Vesturmannahelgin runnin upp og gestir á leiðinni í þjóðhátíð í Vestmannaeyjum láta ekki smá rok og rigningu standa í vegi fyrir gleðinni. Eyjan mín fagra græna. Hvernig stemmingin fyrir helginni? Það ógeðslega góð. Já, bara mjög góð sko. Við erum bara rosa spenntir. Það líka því að veðrið svo gott. Já, það alveg út af því sko. Já, það gerir þetta miklu betra. Já. Bara beint upp í íbúð, gera til og beint í dalinn. Og beint í dalinn, já, bara bóka bjór. Hvað planið helgina? Það bara fyrst og fremst að hafa gaman. Já, njóta rigningarinnar. Já. Og þetta verður bara skemmtilegt. Rosalega spennt. Það mikið pepp fyrir það. Mikið gaman og mikið hlegið allan, þannig að það mikið gaman. Þú ert vel næstaður? Þetta er ekki mitt, þetta aðalega þessi hérna. En ég með kælubóks undir sem leynist hérna og ég að fela. Í Herjólfsdal hafa spenntir þjóðhátíðargestir verið að koma sér fyrir og fjölmenni var við setningarathöfnina í dag og gestirnir á öllum aldri. Hann 5 ár í dag.
Það rignir víðar en í Vestmannaeyjum og hér á Flúðum tjaldsvæðið orðið vel pakkað þrátt fyrir bleytu og drullu. Helgina boðið hér upp á barna- og fjölskyldudagskrá. Vertu þú sjálfur, gerðu það sem þú vilt. Vertu þú sjálfur, eins og þú Og frá Flúðum á Akureyri því þar hátíðin ein með öllu að hefjast og fólk tekið að streyma í bæinn. Ekki satt, Amanda Guðrún Bjarnadóttir? Jú, mikið rétt. Hér bærinn að fyllast að fólki en það var algjör blíða hérna í dag. Þó veðrið sé nú aðeins farið að svíkja okkur en við vorum á vappi allan bæ í dag og tókum púlsinn á fólkinu. Við skulum kíkja á það. Hvernig stemmingin svona á föstudegi fyrir verslunarmannahelgi? Hún bara góð held ég. Það allavega fullt af fólki hérna í bænum og allir að njóta veðurblíðunnar. Allavega eru við að gera það. Við í útilegu og þau eru með tjald og við erum með húsbíl. En hvernig finnst ykkur veðrið? Svo gott, það eins og við erum á Spáni. Já. Hvað ert að búa til núna? Ég að búa til hund. Þetta ekkert flókið? Nei, ekkert svo flókið og bara gera þetta nokkuð sinni. Á tjaldsvæðinu Hömrum á Akureyri allt orðið uppbókað. Hér eru yfir 2000 manns og mikið fjör. Ég að koma austan og reyndar frá Sandgerði sjálfur. Kem hérna bara með næstu því fjölskyldun alla. Já, það mikið að gestum hérna en okkur gekk nú svona blessunarlega laust að finna stæði. Það var ekki alveg svona mikið. Við komum hérna fyrir 2 dögum eða eitthvað svoleiðis. Það var það sannlega ekki dugnaðin í alla krakkana sem eru hér í Kjarnaskógi. Þau eru að keppa í krakkalaupi Súlur Vertikal. 3, 2, 1, á stað! Hvað varstu eiginlega að hlaupa langt? Mjög langt. Mjög langt? Já. Og var þetta erfitt? Nei. Ég að hlaupa 1 kílómeter, ég vildi hlaupa meira en ég skil ekki. Ég ætla að reyna að koma fyrst í park. Já, eins og þið sjáið, mikið líf og fjör og fólk enn að streyma í bæinn en hér hjá mér aðstoðar yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Norðurlandi eystra. Búið að vera mikil traffík í dag? Já, það búin að vera stöðugur straumur í bæinn, bæði til Akureyrar og Siglufjarðar. Það eru bæjarhátíðir á báðum stöðum og mér sýnist á teljurum Vegagerðarinnar að 8000 ökutæki séu búin að fara yfir Öxnadalsheiði í gær og í dag. Og hvernig eru ökumenn að haga sér? Þetta hefur gengið ljómandi vel. Það var eitt umferðaróhapp í Hörgárdal núna fyrr í kvöld en ekki slys á fólki. Fáeinir verið teknir fyrir óhraðan akstur en öðru leyti bara gengið allt í sóma. Og eru einhver heilræði sem þú vilt koma á framfæri til fólk sem verður á ferðinu helgina? Það er bara þetta gamalkunna. Þetta nú stærsta ferðahelgi ársins og það mikil umferð og þá gildir að sýna þolinmæði. Tileinka sér jákvætt hugarfar gagnvart umferðinni því að þetta samvinnuverkefni allra sem að þar eru. Og svo þetta kannski að taka tillit til veðurkortana. Það bæði rigning og vindur í kortunum núna og það getur haft slæm áhrif á akstursskilyrðin. Þannig að sérstaklega þeir sem eru með aftan í vagna þurfa að taka tillit til þess. Það það, takk kærlega fyrir þetta. Ég held að það sé best að fara að koma sér inn úr rigningunni. Alexander, þú ert á innipúkanum. Já, það hvorki vindur né væta hér á innipúkanum í Austurbæ í Reykjavík. Hér hjá mér hann Steinþór, skipuleggjandi hátíðarinnar. Ég þegi vona á fullu húsi hérna í kvöld. Já, heldur betur. Ég held að þetta sé bara, ég óta fullur að þetta verði stærsti innipunkti þessa. Við höfum verið að flakka milli staðinn í Reykjavík og erum komin núna í Austurbæbíó og bara húsið stórt og glæslegt og leyfur okkur að fá inn fjölda fólks. Þú segir stærsti innipunkti til þess að þeir hafa nú verið ófáir. Manstu? Já, einhverju dutt út á COVID og svona, en þetta frá því 2002, þá var þetta bara eitt kvöld í Iðnu og mjög krúttlegt, þá voru bara hljómsveitirnar að elda pulsu út á palli og svona. En þetta orðið svona aðeins stærra og meira, en þetta alltaf svona, það alltaf bara púki í okkur og þetta alltaf bara svona létt og skemmtilegt, sko. Akkurat, Múkisson, þú ríður á vaðið hérna á eftir, hvernig þetta stendur? Ég alltaf vel stemdur fyrir púkan. Ég spilaði fyrst hérna fyrir
23 árum síðan. Þannig að það alltaf heiður ánægja að vera hérna með. Eitthvað öðruvísi að spila svona á innihátíð en á útihátíð? Hvað skal segja? Já, það náttúrulega mikill munur. Það miklu betra sound og svona út inni. En svo líka geggja að spila úti þar sem allir eru. Það mátt ekki segja þetta. Ha? Nei, má ekki segja. Þetta allt jafn gott maður. Og hverju hefur von á hérna í kvöld? Heyrðu, ég með eins og sérst aðeins upp á sviðið. Þá ég bara einn en ég spila á bassa og trommur og gítar og harmoniku allt í einu. Þannig að það verður svona eins og horfa á kolkrabba kúka á sig held ég. Akkurat. Áhorfundur eiga greinilega von á góðu hérna á eftir. Yfir til þín Óður. Já, missum ekki því. Alexander Kristjánsson innupúkan og þakka þér kærlega fyrir. Kíkjum þá veðurspána. Það gengur í suðaustan 13 til 20 metra með snörpum vindhviðum við fjöll. Hvassast með suðvesturströndinni. Það verður talsverð rigning en yfirleitt hægari vindur og minni úrkoma á norðausturlandi. Á morgun snýst í sunnan 10 til 18 metra með skúrum, hvassast vestanlands en léttara yfir og hægari vindur á norður- og austurlandi. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast á norðausturlandi. Nánar það hér að loknum íþróttafréttum. Skyttan Jón Þór Sigurðsson varð í dag Evrópumeistari í 300 metra liggjandi riffilskotfimi á Evrópumótinu sem haldið í Frakklandi. Kristján Guðmundsson lét í morgun af störfum sem annar þjálfara kvennaliðs Vals í fótbolta. Hann tók við ásamt Matthíasi Guðmundsinni fyrir leiktíðina og heldur Matthías nú áfram einn. Breiðablik og FH mætast í úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta og Víkingur komst áfram í forkeppni sambandsdeildarinnar en Valur og KR úr leik. Þetta og meira í íþróttum. Rifjum það upp það sem var helst í fréttum. Hlutabréfaverð tók dýfu í dag eftir að Bandaríkjaforseti tilkynnti hækkun tolla á næstum 70 ríki. Tollur á íslenskar vörur verður 15%. Samfylkingin mælist með tæplega 35% fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups og allir stjórnarflokkarnir bæta við sig. Fylgi Framsóknar hefur aldrei mælst minna. Bandaríkjaforseti hefur sent kjarnorku kafbáta nær Rússlandi eftir það sem hann kallar ögrandi ummæli þarlends ráðamanns kjarnorkuvopn. Bandaríkjamenn hafa aukið þrýsting á Rússa vegna Úkraínu. Og spenntir þjóðhátíðargestir létu veðrið ekki draga úr gleðinni á leið sinni til Eyja í dag. Á Flúðum voru stígvélin dregin fram. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Gangi nú hægt gleðina dyr helgina. Takk fyrir í kvöld og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Endurskinn, Aftersun. Sophie rifjar upp ferðalag sem hún fór í með föður sínum þegar hún var 11